Frá stofnun árið 1917 hefur Viðskiptaráð Íslands tekið virkan þátt í uppbyggingu íslensks menntakerfis, enda fátt til meiri hagsbóta fyrir viðskiptalífið en öflugt og vel menntað starfsfólk. Þessu hlutverki hefur ráðið sinnt í gegnum Menntasjóð Viðskiptaráðs Íslands. Sjóðurinn er meirihluta eigandi í Háskólanum í Reykjavík og rak Verslunarskóla Íslands árabil. Veitir sjóðurinn í dag 4 námsstyrki að upphæð 1 milljón króna hver. 127 umsóknir námsstyrki bárust í ár. Þetta eru styrkþegarnir í ár. Góðan daginn, ég heiti Halla Björg Sigurþórsdóttir og er meistarnemi í taugavísindum og taugaverkfræði við EPFL Háskóla í Sviss. Ég valdi þetta nám bæði vegna þess að skólinn er mjög framalega í taugaverkfræði og vegna þess að námið hér er mjög tæknilegt sem hentar vel því grunnnámið mitt var í eðlisfræði. Hér fæst ég meðal annars við heila tölvuviðmót sem gera lömuðum kleift að keyra hjólastól með huganum og að stjórnum vélprótesa sem gera sjúklingum kleift að endurhæfa bæði hreyfistjórnun og snertiskyn. Í framtíðinni stefni ég á að vera partur af hraðri framþróun á sviði taugaprótesa og svipara tækni, hvort sem það verður við háskóla, í gegnum sprotafyrirtæki eða þróunarstarf í eldra fyrirtæki. Hæ, Ingibjörg Sigurðardóttir heiti ég og er meistaranemi í líf- og læknavísindum við Karolinska háskólanum í Stokkhólmi. Ég valdi að flytja til Svíþjóðar og hef ég nám í Karolinska vegna þess að hér er að finna mjög marga vísindamenn sem eru að stunda framúrskarandi rannsóknir í læknavísindum. Enn fremur er skólinn mjög alþjóðlegur sem gefur manni einstakt tækifæri til að kynnast og vinna með fólki úr öllum heimshornum. Námsleiðina valdi ég enn fremur vegna þess að í náminu er lögð rík áhersla á rannsóknir og frekara framhaldsnám, en eftir útskrift í vor ætla ég að fara í frekara framhaldsnám í líftækni. Að námi loknu ætla ég svo að koma aftur heim og þá vonast til að sú þekking og reynsla sem ég afla mér hérna erlendis geti nýst mér við að taka þátt í uppbyggingu líftæknigeirans á Íslandi. Ég heiti Ungdín Ósk Gísladóttir og ég er í meistaranámi í Harvard Medical School að læra Biomedical Informatics. Þegar ég var í grunnnámi í heilbrigðisverkfræði í Boston University fekk ég tækifæri til að eyða 2 sumrum hjá Íslenskri erfðagreiningu í Bioinformatics-deildina þar og var það kveikjan að því að ég er sérhæfð mig í því sviði. Markmiðið mitt með að fara í háskólanám er að geta látið gott að mig leiða með þekkingu og færni. Lífupplýsingatækni og sér í lagi gagnagnót og deep learning er að umturna heilbrigðisþjónustu bæði greiningu og lækningum. Fyrir mig er ótrúlegt tækifæri að læra þessi fræði við Harvard Medical School. Góðan daginn, ég heiti Ólafur Bjarki Bogason og er meistaranemi í því sem heitir á ensku Music Technology í McGill háskóla í Montreal í Kanada. Ég valdi Music Technology vegna þess að mér langaði að blanda því sem ég hef lært í grunnnámi í rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands við það sem að ég hvað mest sem er tónlistin. Í framhaldi af því að útskrifast úr grunnnámi þá stofnaði ég líka tónlistar- og tæknifyrirtækið Genki Instruments og í 3 ár höfum við verið að vinna okkar fyrstu vöru sem er Wave og sem stendur er ég staðsettur á NAMM vörusýningunni í Anaheim í Kaliforníu að sýna Wave. Námið hefur hjálpað mér að sækja mér þá þekkingu og þau tengsl sem ég þarf til þess að byggja upp sterkt tónlistartæknifyrirtæki í Íslandi sem er það sem mig langar að gera til framtíðar.